Einfaldar vélar létta manni vinnuna með því að breyta stærð eða stefnu þeirra krafta sem beitt er við vinnuna. Og hérna sjáum við eina einfalda vél sem að kallast trissa eða blökk eins og ég lærði nú þegar ég var krakki. Þetta er einfaldlega hjól sem að band er dregið í gegnum og við getum notað trissu til þess að lyfta upp einhverju þungu eins og þessari fötu hérna. Og þegar ég toga í bandið hérna þá toga ég fötuna upp, sjáðu. En ég er ekki að toga með neitt meiri eða minni krafti heldur en ef ég ætlaði að lyfta fötunu upp. Ég er einfaldlega að toga niður og þá fer fatan upp. Ég er ekki að breyta stærðkraftan hérna, bara stefnunni. Og bara svona til þess að sýna ykkur ég er ekki að bulla, þá er ég búinn að festa núna 2 kraftmæla við. Það er eina sem ég er búinn að breyta. Og hérna lesum við rúmlega 4 á þessu mæli og þessu mæli líka rúmlega 4. Við verðum að vísu að átta okkur á að kraftmælirinn bætist við þungan. En þetta er sem sagt eins, en getur þetta verið eitthvað í öðruvísi. Hérna er ég búinn að tengja saman í raun nokkrar trissur, 3 og 3, þræða bandið í gegn og nú skulum við lesa á kraftmælana. Þetta er alveg eins uppsetning eins og áðan, nema það eru bara fleiri trissur. Nú lesum við hérna megin að þetta sé aftur það bil 4. Það er nákvæmlega sami í fötunni. En hérna er þetta bara næstum því 0. Og hvernig stendur á þessu? Jú, það er vegna þess að af því að leið og ég toga í þetta band, þá er ég að toga neðri trissurnar til og ef ég toga þetta hérna band sem nemur í raun lengdin á kraftmælinum, þá fer fatan bara pínulítið upp. Þarna er ég að nýta mér það að ég breyti hlutföllum. Ég dreg bandið í raun og veru langt, fötuna stutt, þannig margfaldast upp krafturinn sem ég nota þegar ég toga í bandið.